Efnahagskreppa snertir okkur öll, en auðvitað mismikið. Það hins vegar ljóst að slíkir erfiðleikar hafa áhrif á allt þjóðfélagið. Sem betur fer upplifum við Íslendingar ekki oft kreppu eins og þá sem nú gengur yfir og höfum því kannski ekkert verið að velta svo mikið fyrir okkur hvað þetta fyrirbæri er. Þess vegna er hætt á því að í hug okkar verði kreppa hugtak yfir allt sem er slæmt og skelfilegt og eitthvað sem jafnvel tekur engan endi. En hvað þýðir þetta hugtak? Kreppa þýðir að eitthvað tiltekið ástand breytist snögglega til hins verra. Oft er þessi breyting fyrirsjáanleg en hún getur einnig komið mjög óvænt. Það er hins vegar mikilvægt að gera sér grein fyrir því að kreppa varir ekki að eilífu. Kreppa er tímabundið ástand sem hefur sitt upphaf og sinn endi. Nei, leyfið mér að hafa þetta í fleirtölu. Þið getið sagt að við séum draumóramenn, en við erum ekki þau einu. En þessi snögga breyting til hins verra kalla gjarna fram tilfinningalegt uppnám sem einkennist af ótta, hræðslu, reiði og hjálparleysi. Það er rétt að benda á að þetta tilfinningalega uppnám er mjög eðlilegt viðbragð við mjög óeðlugum aðstæðum. Ástæða uppnámsins er sú að fólki finnst það ekki vita hvað á að gera. Það getur ekki notað þau bjargráð sem það hefur hingað til notað til að leysa vanda og því ríkir mikil óvissa framtíðina. Eftir því sem að óvissan stendur lengur yfir, því verr fer það með fólk. Þegar mikil óvissa ríkir, verða umræður fólks framtíðina oft ýktar, bæði hvað varðar bjartsýni og svartsýni. Slíkar umræður geta því skapað meiri vanda en að leysa. Það er því hyggilegra að vera ekki að spá svona mikið í framtíðina. Heldur ættum við að gefa nútíðinni meira rými, því það er aðeins hér og nú sem við höfum möguleika á að hafa einhver áhrif á framtíðina. Þessu vegna er það gott fyrir okkur hvert og eitt að huga því hvað er mikilvægast að gera til þess að koma okkur í gegnum þetta tímabil. Eitt af því sem er gagnlegt er að skoða hvernig við bregðumst við álagi. Bregðumst við alltaf eins við? Eru það gagnleg viðbrögð? Byggja þau okkur upp og hjálpa eða eru þau niðurrífandi og vinna gegn okkur? Verðum við til dæmis alltaf svartsýn þegar á móti blæs eða látum við mótlætið vinna með okkur og öðlumst þar af leiðandi styrk til þess að takast á við aðstæðurnar? Vissulega eru þessi viðbrögð einstaklingsbundin og aðstæður misalvarlegar og því erfitt að segja nákvæmlega til hvað eru rétt viðbrögð og hvað eru röng viðbrögð. En með því að skoða hvernig við bregðumst við álagi, getum við haft áhrif á að breyta þessum viðbrögðum ef þau hafi ekki nýst okkur sem skyldi fram að þessu.